Þú ert að hlusta á Mjólkurhúsið. Samtöl á milli verka. Í þættinum í dag er hún Dagmar. Dagmar er alin upp í Merki á Jökuldal, í sveit, á heimavist og í umhverju þar sem börn lærðu snemma að taka þátt, bera ábyrgð og standa á eigin fótum. Síðan þá hefur hún brasað ægimargt. Leiðin hennar lá í nám hjá Háskólanum á Akureyri. Hún vann til að mynda hjá Alcoa Fjarðaál, Austurbrú og svo loks í dag starfar hún sem sveitastjóri hjá Múlaþingi. En í þessu samtali erum við ekki að fara yfir ferilskrána hennar sem slíka. Við ætlum frekar að reyna að skilja hvað það er sem mótar manneskju. Er það uppeldið, vinnan, fólki í kringum mann, rætunar eða er það samfélagið sem það kemur úr? Í þættinum er markmiðið að heyra hvernig uppvöxturinn á Jökuldal og heimavistin mótuð hana, hvernig vinnusemi, segla og ábyrgð hafa fylgt henni, hvernig það er að koma aftur heim á Austurland og taka þátt í samfélaginu með nýjum hætti og hvernig hún horfir á Austurland, samvinnu og framtíð byggðarinnar hér. Heil og sæl Dagmar og velkomin í Mjólkurhúsið. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir að gefa þér tíma hérna. Ég veit að það er mikið að gera hjá þér. Já, það skortir aldrei verkefni. Nei, það er, við þekkjum það sennilega bæði. Kannski þú ert í örlítið meira ábyrgð hlutverki. En, heyrðu, mér langar að byrja á því. Þú ert náttúrulega, hvað að segja, Jökuldalsmær. Já, við getum sagt það. Ég er uppalinn á Jökuldalnum, bjó alla mína barnæsku í Merki en flutti nú kannski frekar svona snemma heiman. Ég fór í menntaskólann á Egilsstöðum þegar ég var 16 ára og svo í framhald af því og þá svona endanlega flutti ég heiman þegar ég fór í Háskólann á Akureyri. Já. En það eru þetta sérstakt með okkur sko, mína kynslóð að við erum svona síðasta kynslóðin á Jökuldalnum sem að við vorum alla okkar skólagöngu í heimavist. Já. Var það, nú er alveg stólum hvað þetta, það er ekki Brúarás? Nei, það við byrjum í Skjöldustaðaskóla. Já, og fórum síðan eftir 7. bekk að þá fórum við í Brúarás. Já, var heimavist þar líka? Já, fyrir okkur sko, ofan á Jökuldal. Þá þótti á þeim tíma bara allt og langt að vera að keyra þessi börn sko heim, en þá nefnilega byrjaði sko heimkæslan fyrir krakkana í Tungunni og Hlíðinni sem voru í Bróðarskóla. Já, en í næsta nágrenni? Já, það var svona styttra fyrir þau að fara, en mér minnir að þau hafi verið með okkur þarna fyrsta veturinn sem ég var í Bróðars í 8. bekk, og svo breyttist það sérst þegar við byrjuðum þegar ég fór í 9. bekk. Okay. En mér langar að spyrja, sko, áður kannski fyrir meira í grunnskólagöngun og þetta, sko, það hefur verið í þessum þáttum, það eru nokkru Brúarásnemendur búin að koma. Já. Og ég held ekki sagt að það sé einhverju skjöldustöðum búin að koma henni stólinn. En ef þú hugsað tilbaka uppvöxturinn upp á Dali, upp á Merki, hvað er fyrsta sem þú sér fyrir, eða fyrsta minningi sem poppar upp hjá þér? Sko það kannski, ég er nú þekkt fyrir það að hafa einstaklega lélegt minni, þannig að ég man ekkert mikið úr minni æsku, það er svona einstaklega brot, en ég held að sé kannski meira bara tilfinningin. Þú veist, ef maður hugsar barnæsku sína, að þá er fyrsta orðið sem kemur upp í hugan er bara frelsi. Já. Þú veist, við ólumst upp við ofboðslega mikið frelsi og við tókum náttúrulega bara þátt í daglegum störfum í sveitinni, þannig að við lærðum snemma að bera ábyrgð og vinna og svona mikilvægi þess að vera dugleg, þú veist, okkur var innrætt þetta strax frá unga aldri en höfðum samt ofboðslega mikið frelsi bara til að vera út að leika okkur og vera með dýrunum okkar og bara þetta var bara svona, það var auðvelt að vera til. Ég skal taka undir því hér, þó ég hef nú ekki slitt mínu barnskóm upp á Jökuldali í sveit, þá er ég svo heppinn að ég bjó í nánast 2 ár hérna upp í Efridal, það sem Merki er nú staðsett, og ég tengi alveg við þetta frelsi. Þú veist, maður gæti labba út og þess vegna bara brókinu með datta í hug. Það er enginn að fylgjast með þér. En það gerir við það svo kannski hérna unulega líka, hver veit. Hver veit. En þú ert svona búin að segja mig hvernig hann var alast upp hana.
En upp í merki, eða bara í sveitinni, hvað eitthvað sérstakt sem sveitalífi kendi þið snemma? Já, það gerði það. Ég held nefnilega að aðstæðna sem við ölust upp við þau seta mikið mark á okkur auðvitað og svona mark okkur sem einstaklinga á hvernig við svona bara tökust á við það sem að verður á lífsleiðinni, á vegi okkur á lífsleiðinni, skilur bara verkefni, áskoranir og annað. Og ég held einhvern veginn að það að alast upp í sveit, það kennir þér ákveðna siglu. Þú, og eins og ég sagði áðan, þú lærir snemma að vinna, þú veist, börn fara snemma að taka þátt í alls konar verkum, þau eru bara mikilvæg á tíma eins og sauðburði og svo í heyskap og auðvitað í smalamennskum á haustinn og létta síðan undir við að gefa, þú veist, þannig að það eru alltaf allt árið kring eru einhver verkefni fyrir þig, þannig að mér fannst ég svona læra það ákveðið svona vinnusiðferði og ég held ég hafi tekið það alltaf með mér og kannski það bara svona hluta til ástæða fyrir hvað ég er í dag í svona stórri stjórnendastöðu að ég held ég væri það ekkert ef ég hefði ekki einhvern veginn, mér hefði ekki verið innrætt þessi gildi frá unga aldri. Sko. Já, algjörlega. En sko, ég skal taka undir með allan að miðum alla þá jökuldælingar sem ég hef kynst frá því að kynningu austur, allir þessi einstaklingar, þú veist, sama hvaða kynið þeir skilgreina sig, þetta fólk sem alveg harðduglegt. Já. Það er óbúslega dugligt fólk og það er náttúrulega líka vegna þess að upp á Jökuldal eins og bara í öllum sveitunum okkar að þar hefur fólk bara þurft í gegnum tíðina að reiða sig á sig sjálft og bara þurft að spila úr því sem bara svona lífið á staðnum hefur upp á að bjóða og það að vera bóndi er auðvitað mjög erfið vinna og erfitt starf. Tækninýjungar hafa vissulega létt mikið undir, það er allt öðruvísi bara heyskapur í dag með við hvernig var þegar ég var barn því ég man eftir sko það var bankaheyskapur þegar ég var krakki sko og sko vinnan við það að hirða bakka af öllum túnum og staflaðum upp á kerrur og keyra með þetta og taka svo af og setja á færiband og svo þurft að stafla þessu upp inn í fjársónum þetta er bara ótrúlegt. Þetta er svakaleg vinna. Þannig að það er aldrei öðruvísi heldur en að sitja bara í traktor og keyra hring eftir hring í dag og svo bara koma rúllur og þú þarf bara síðan að koma á öðru traktor og hirða rúllurnar upp. Sko. Þannig að þetta er orðið allt öðruvísi svona búskapahættinir en það breyti því ekki samt að bændur líka það er aldrei frí, skilurðu. Nei, þú ert alltaf á vaktinni. Það er kannski það sem að sveitakrakkar hafa svolítið þess að vísa til þess að vinnusiðferðis sem að kannski er það sem að við lærum svolítið í sveitunum. Það er að bara, þú vinnur þegar þarf að vinna. En svo hvílir þið líka á milli, þú veist. Það ég meina, pabbi, ég veit ekki neitt sem vinnur, ég haf langa vinnudag á pabbi minn, en hann tekur sér samt alltaf tíma í að setjast og horfa á fréttirnar. Þú veist, það þurfa allir líka að slaka á. Algjörlega. Og það er ég hef svona reynda að passa upp á það svolítið líka með mig sjálfa bara. Það er ekkert mál, bara í þessu hlutverki sem ég er í dag til dæmis, sem maður verður að huga líka að því að ná andanum, sko. Þannig að það er þetta jafnvægi sem maður líka þarf að vera til staðar. En fyrst við erum nú á þessu kapla, þá verði nú eiginlega spyrjið út í þá mýtur sem við oft talaðum jökuldælinga. Fyrsta sem ég lærði, það eru nokkrar, en allan svo lífsegasta sem ég hef heyrt á öllum mínum árum hérna, það er að jökuldælingar kunni ekki á klukku. Ég get nú fullist það að þú kost nú bara tímundu fyrir settan tíma hjá okkur, þannig að þú kannt á klukku, en sagan segir að jökuldælingar nota ekki klukku, þeir nota dagatal. Já. Myndirðu segja að það væri sannleikur í þig, er þetta bara bull að kjafta þig? Nei, þetta er alveg satt, sko. Ég er bara að vera að gangast við þessu. Við og það sko meiri segja fjölskylda mín er sérstaklega slæma því það er oft talað um að vera á merkistíma. Já, þú meinar. Og bróður minn er alveg, það er engin verri en hann veit ekkert hvað tímanum liður og gerir sér enga grein fyrir maðurinn minn kvarta stundum undan þessu að þú veist, við eigum stundum einhvern veginn erfitt með að, hvernig á ég sjálf þetta, við eigum erfitt með að átt okkur á að ákveðnir hlutir taka tíma að því að, þú veist, við erum kannski að fara, við erum að vera mætt einhver staðar eftir klukkutíma en þá allt í einu er ég kannski að fara að baka. Já, þú meinar. Og þá bara eitthvað svona, þú veist, þetta gengur bara ekki upp tímalega séð, sko. Þannig að það er kannski svoleiðis hlutir sem að geta stundum þvælst fyrir manni. Það minnist að einu sinni voru vinkonur mínar að koma að sækja mig að því að við vorum að fara áttum panta borð einhver staðar, hvort við vorum að fara að borða sushi niður á Seyðisfirði, að það var eitthvað svona sem stóð til hjá vinkonahópnum og þegar vinkona mín
kemur sérst að sækja mig að þá var ég að tjalda út í garði fyrir krakkana sem að það átt að hafa ofana fyrir þeim meðan við vorum í burtu og hún bara eitthvað svona hvernig ert að gera þetta núna, við erum, þú veist, við eigum að vera laðra stað, sko, þú veist, þannig að ég bara verð að gangast við því að tímastjórnin ekki sterkasta hlið í Jökuldælinga og sérstaklega ekki fólksins í merki. Nei. Og það var alveg svona þekkt þegar ég man eftir þessu, talandi æskuminningar, ég man eftir þessu þegar ég var í skóla, að þá var svolítið oft verið að bíða eftir merkisfólkinu svo það væri hægt að byrja ásatíðina eða jólaskemmtunina. Þannig að þetta vill aldrei loða við okkur. En ég passa mig með þetta í vinnu. Já. Ég hef ekki tolerans fyrir svona nefnilega í vinnu, sko. Þú veist, auðvitað getur að komi fyrir og það alveg komið fyrir mig að ég gleymir á einhverjum fundi og 10 myndum og seinna á næsta eða eitthvað. En svona öllu jafna á þau reyni ég rosa mikið að passa upp á þetta á vinnutíma. En ég á kannski svona erfiðara með það utan þess. Já, þetta eins og, ég hef svo gaman að þessum mítum, ég þekki náttúrulega mest til Vaðbrekkumanna, náttúrulega eins og ég sagði hann, ég bjóð þar náttúrulega næstu í 2 ár og þarna ég kannski aðalega vitni sig Gaðasteins, hann hafði alveg dáslega með að hitta hann, sko sumardagana hann alveg á sko hárréttum tíma og svo hringi maður alveg, ætlaði ég hitta þig, heyrðu ég legg í hann og ef maður gleymir ekki að spyrja hvar ertu þá bara getur þú beðið 1,5-2 tíma eftir að mæti. Já, en þetta svona lífssaga okkur Jökuldælingu og ég get ekki annað en viðurkennt að það eitthvað sannleikskorn í þessu. Já. Svo eru aðrar mýtur sem að ég hef alveg afsannað af því að svona annað einkenni sem að kennt við Jökuldælinga að þeir séu nú upp til hópa svona miklu drykkjumenn. Jú. Og í eina tíð var náttúrulega gjarnan bruggaði landi og bæjum og svona. Jú. En ég hef svona sagt að ég sé sko annarkvort afsanna ég þessa mýtu eða þá ég undantekningin sem sanna regluna. Ég veit ekki hvort það sko. Því ég hef aldrei smakkað áfengi. Já, alveg rétt. Þú er aldrei drukkið dropa. Nei, það hefur aldrei heilla mig að höfða til mín. Nei, og þetta líka bara, maður sér það þetta og sérstaklega með sko yngri kynslunum sem kemur á eftir manni. Já, þetta er alveg algengar hann nefnilega núna. Algjörlega, þetta er eins og ég horfi bara á systkini mín. Þau voru ekkert að stelast í að smakka svona unga aldri. Þú veist, jú, ég hafa prófað eftir 20 og eitthvað svoleiðis, en þetta, maður sér það allan að kynslunum eftir manni talsvert gáðari heldur maður sjálfur eða maður telur það. Það gott, þannig á það að vera. Já, við erum alltaf að vera best okkur. Já, og svo náttúrulega með eins og þú varst að tala að Jökuldælinga væri svona blautur upp til hópa. Ég held að þetta sé alveg bara búið. Já, nú náttúrulega þetta var öðris í gamla daga. Sko. Já, ég veit það sko. Megnið að bændum alltaf skil þekki upp frá þeir eru mest megnis bara þurrir. Já. Þetta eins og meðan Aðalsteinn, þú veist, hefur sjálfur aldrei drukkið dropa. Einmitt. Þannig að þetta hefur greinilega verið eitthvað sem hefur fyllt þessum árum hann upp frá. Við Aðalsteinn tókum bæði þessa ákvörðun að því að við vorum nú alltaf saman í skóla. Aðalsteinn á Vaðbrekku eru ári yngri heldur en ég. Og við bæði, ég tókum þessa ákvörðun mjög ung og höfum bæði einhvern veginn bara staðið alveg með henni. Það voru nú fleiri manni sem voru búinir svona að gefa út þessar yfirlýsingar líka en kannski stóðu ekki við það sko. En sko í dag þykir þetta miklu sjálfsagðara. Ég finn þetta á úrlingum í dag. Í menntaskólanum fyrir einhverjum árum að þá til dæmis stofnaði eitthvað svona félag, svona byrðismannafélag eða þannig. Það hefði engum dottið það í hug þegar ég var í menntaskóla. Ég þótti bara rosa skrítin þegar ég var hérna í menntaskóla að ég vildi ekki smakka og fann fyrir bara mjög miklum hópþrýstingi þar sem að fólk var bara eitthvað, hvað meinaru að þú ætlir ekki að fá þér sko. Ég skal bara taka undir með þarna. Það er alveg ágætis aldursmunur á okkur, ekkert svo mikill samt en það var bara, þegar ég var í menntaskóla fyrir sunnan, þá var þetta bara, það var að reyna að opna manni einhverju vodka eða rommi eða gini, þú veist, bara helst dræ sko á bölunum. Þetta er svona því að ég meina þetta er náttúrulega algengt hjá ungu fólki að þurfa helst allir að vera eins, þannig að það er svona óþægilegt þegar einhver fyrir út fyrir normið. Já, en þetta er eins og, en til að kannski við klárum þessi æsku ár, nú er ég pínu forvitin með, þú myndist á að þú hefði náttúrulega í heimavist. Nú, hvernig var það? Var þetta bara mánudag til föstudaga eða? Já, sko, og talandi eitthvað sem að mótar mann. Ég held að þetta hafi mótað mig mjög mikið af því að þarna læriði maður bara að vera sjálfstæður og þurfa einhvern veginn að bara, þú þurftir að
bara mjög snemma að læra einhvern veginn að, þú veist, það var ekki þannig að mamma væri að pakka niður fyrir mig í tösku, þú veist, ég þurfti sjálf að læra að gera það og passa að vera með allt með mér og þú veist, þannig að þetta er bara svona ákveðin ábyrgð líka sem maður lærði með því að vera á heimavist og þetta bara sjálfstæði. Já, algjörlega. En þetta var sérst þannig að ég er akkurat á þeim aldri að þegar ég var 6 ára þá fór maður ekki í fyrsta bekk, heldur fór maður í eitthvað sem hét 0-bekkur og var svona hálfgerður forskóli og þegar maður var sérst í þessum 0-bekk þá komum við bara nokkru sinnum yfir veturinn og gistum eina nótt. Það var svona hálfpartinn svo aðlögunir í leikskólum. Þannig að þetta var svona aðlögunartímabili að þá komum við nokkru sinnum yfir veturinn og gistum eina nótt og hérna svona byrjuðum þetta rólega. Svo þegar við fórum þá í það sem, en sko svo var breyting gerð á bekkjakerfinu þannig að þegar ég hefði í raun nátt að fara í fyrsta bekk þannig að ég fór beint í annan bekk. Þannig að þá var þessu breytt þannig að þá var fyrsti bekkur 6 ára, annar bekkur 7 ára. Já. Þannig að ég fór síðan bara því ég mæti í annan bekk þá var þetta þannig að fyrsti til 4. bekkur var í 3 daga í viku, mætti á mánudegi og fór heim á miðvikudegi. Já. Þannig að við gistum í rauninni alltaf 2 nætur, en svo þegar maður kom í 5. bekk að þá byrjuðum við að vera alla vikuna frá mánudegi til föstudags. Já. Og þannig var það síðan bara út grunnskólagönguna líka í Brúarási. Já, sko náttúrulega maður byggir bara því sem maður þekkir sjálfur. Í mínum huga hljómandi alltaf bara frá 6 ára aldri, bara komin á mánudegi, þú ferð ekki heim fyrir föstudaginn og ef það er ófært þá gistur helgina. Ég minnist næstum bara aldrei að við höfum þurft að kannski kom það einhver tíma fyrir að það var þannig óveður að það hefði ekki verið hægt að sækja okkur. Já, ég man eftir því að sko Aðalsteinn Vaðbrekkur sagði með sögu þegar ég var nýkomin hingað. Hérna þá var það þannig að ég held að ég fari ekki með náttmála hann hefði verið Skjöldustaðaskóla þá. Að það hafi verið svo ófært að bíllinn komst ekki. Og það endaði með að mammans kom og snjósleða frá heima frá sér, sótt hann og skuttla hann heim. Já, alveg frá Vaðbrekku, það er nú ekkert smála. Það er svolítið spottið, en hún hefur greinilega vilja fara á smá rúnt. Já, hún hefur örugglega þurft að vera með dálítið bensíni með sér. Ég held það, en ég seldi þess að sögur náttúrulega ekki dýran í kaupið það. Nei, ég minnist þess allavega ekki að hafa nokkuð tíma verið sótt svoleiðis. Ég hef þá bara verið látið dúsa þarna, samt töluvert styttra í merki frá Vaðbrekku út í Skjöldustaði. Þetta er í dag, sko, ég veit ekki, gæti maður ímynda sér að senda börnum sínu svona... Ég held að það væri bara geðveitt þægilegt. Já, geðveitt næs. Það eru þín orð. Ég er að hugsa þér að vera, að því að, ég verð að viðurkenna, mér finnst ekkert alltaf, alveg auðvelt að vera mamma. Þetta er bara, það er líka mikil vinna og þegar maður er í svona starfi eins og ég er í og þurfa að púsla þessu öllu saman, þetta er bara oft hausverkur og að því að maðurinn minn vinnur líka sko vaktavinnu í álverinu, þannig að þetta er oft mikið púsluspil og ég hef alveg oft hugsað þetta bara, vá hvað verið það er þessi krakkar væri bara heima í stalvi hérna frá mánudegi til föstudags, vá hvað maður hefði mikið tíma. Sko, eitthvað tíma. Ég segi þetta nú í gríni, því að svo má ekki líka gleyma því að þó að mér hafi alltaf liðið vel í heimavist og fannst það ekkert erfitt, að þá var það ekki þannig með alla. Nei, alls ekki. Og ég man alveg eftir börnum sem að grétu bara nánast öll kvöld úr heimþrá, sko. Já, það. Og þannig að en það var ekkert í boði annað en að vera. Skilur við, það var ekki tekið tillit, það var ekki verið að taka eitthvað tillit til þess þó að einhverjum liði eitthvað illa, sko. Já, hvernig var það eins og með þá samnemendur, var það ekki kannski frekar á meiri samkennd á milli nemenda ef það til dæmis var eitthvað sem var með heimþrá eða? Það var það og ég man sérstaklega eftir að stóru stelpunar eins og við kölluðum þær þegar við vorum í yngri deildinni, að ef okkur litlu skottunum leið eitthvað illa þá voru þær bara rosa fljótt bara komnar upp í koju hjá okkur, sko. Já. Og þannig að klárlega mjög mikið samkennd. Þetta er eins og þegar Elín kom hérna í stólinn hjá okkur og talaði það að hún náttúrulega var í Brúarás. Já. Þá væntanlega ekki heimavist ef maður rétt, þegar hafði fengið hérna þá skutlið heim. Já, það hefur líklega verið byrjað. Já. Og hún talaði mikið sko, og ég set bara sjálfur saman sem ekki milli Skjöldustaða og Brúarás, að allir sem voru skipti engum alveg hvað bekk varst í það urðu allir bara vinir. Og ég hef sagt áður og segja enn, þetta er eins og með strákið með hann Bjössa,
hann þú veist, þegar ég fyrir með honum niður í bæ, hérna í Bónus eða eitthvað, hann hittir einhvern eldri krakka sem á kassa, sem í brúar á sig, það bara, nei, hæ, hvað segirðu? Blablabla. Þannig að þú þekkir alveg óháð aldrei, sko, það verður allt öðru vísi, það miklu meiri nánd óháði hvað gamall í svona skóla. Já, sem svo sem bara út frá enn og eftir minni reynslu úr grunnskóla í Reykjavík, þú veist, þú yrtir ekki álingadeildina, sko. Nei, ég mitt. Það var bara, þetta voru stóru krakkan og þú vildir ekki tala við þá. En eins og við skulum halda það áfram, en svo klárar grunnskólan ferð, eins og sagði ráðan í menntaskólanum á Egilsstöðum og svo reynir formlega flytur að heiman þegar þú ferði í Háskólann á Akureyri. Hvað fórst að læra þar? Þar fór ég í fjölmiðlafræði, byrjaði reyndar, það vita það kannski ekki margir, að ég byrjaði í lögfræði, skráði mig, ég var sem sagt að horfa á, ég valdi fyrst skóla, ég hugsaði það með mér, ég ekki að fara að flytja til Reykjavíkur, þannig að ég ætla að fara í Háskólann á Akureyri, að ég hef aldrei búið í Reykjavík, það bara, ég get ekki hugsað mér það. Þú veist eina örfáu? Já, allir það ekki, eina fáum, en það bara höfði aldrei til mín að búa þar. Ég bara mjög mikil landsbyggðarmanneskja í mér og valdi þessna Háskólann á Akureyri og svo þurfti ég að velja mér hvaða nám ég ætlaði í og horfði á fjölmiðlafræðina og hugsaði með mér, verður maður ekki frekar ríkur ef maður fyrir lögfræði? Og viðurkenni að uppáhalds sjónvarpsþættirnir mínir á þessum tíma voru Ali McBeal, ég var mjög heilluð af þeim og þar var svona lögfræði sýnt í svolítið svona mjög sjarmerandi ljósi. Þetta var kannski ekki rétt hjá mér að byggja val mitt á þessu af því það kom fljótlega í ljósi að ég var bara viku í þessari lögfræði og þá hugsaði ég bara með nei, þetta ekki ég. En hvað var það við fjölmiðlafræðina sem heillaði það mest? Ég held að hafi, ég náttúrulega ég fór reyndar á mjög vittlausa braut í menntaskóla, ég var á málabraut en hefði átt að vera á félagsfræðibraut af því að þar bara liggja mín áhugamál, ég hef áhuga langt mestan á svona félagsfræði tengdum greinum þannig að það heillaði mig bara svona þessi fræði og við fjölmiðlafræðina sérstaklega bara hvað voru mörg tækifæri eftir nám og þú veist þú gast valið að fara og verða blaðamaður eða vinna í útvarpi eða sjónvarpi eða þú vildir feta þá braut eða eins og ég horfði kannski meira til svona geta verið í starfa með fyrirtækjum sem upplýsingafulltrúi og í svona kynningamálum og markasmálum og þess áttar. Þannig að það er svona, já, það heillaði mig hvað voru fjölbreytt tækifæri að loknu námi, svona sá það fyrir mér að maður geti valið úr alls konar. Vel gert. Þá Essi og þú, hvað erum við ekki bara tala með þá bara, hvað þetta námi, 4 ár eða? Þetta var 3 ára nám, en ég reyndar tók á 4 að því að ég var í hálfu námi fyrstu 2 árin að því ég var að vinna bara með og þannig ég var ekki alveg í fullu námi að því að ég var að koma fyrir á Akureyri og það bara var dýrt að lifa og maður var bara að reyna einhvern veginn að koma undir sér fótunum svona á sama tíma. Mamma og pappi hjálpuðu mér mikið því að þau hjálpuðu mér að kaupa íbúð á Akureyri en það þurfti auðvitað að borga þeim lánum og ég sá bara það og þannig að ég þurfti maður þurfti líka að sjá fyrir sér þannig að ég sparaði mér þarna dálítið í námslánum til að byrja með því að vera að vinna með þannig að það er bara, menn geta að fara í margar leiðir að því Sér allan ekki eftir því þetta? Nei, ég ger það ekki, ég sé alls ekki eftir því og sko þessi tími var óbúslega skemmtilegur ég fór reyndar eftir menntaskólan og það er eitthvað sem ég mæli með fyrir krakka að prófa að það er hollt fyrir alla að líta aðeins út fyrir og aðeins að sjá eitthvað annað en við viljum síðan auðvitað fá því öll aftur heim en ég fór í lýðháskóla til Danmerkur strax fyrst eftir menntaskóla og var hálfa önn í Brandbjerg Folkehøjskole í Danmörku og það fannst mér alveg svakalega gaman og ég fór bara þekkti engan og ég er svolítið þannig típa mér finnst ekkert mál að gera hluti og ég held að það líka kannski mótaði mann þessi reynsla hafa alltaf verið í heimavistarskóla og bara þurft að læra snemma að standa á eigin fótum að það einhvern veginn gera það verkum að ég hef aldrei verið hrædd við að takast á við einhverjar áskoranir og gera það bara einu sjálf þannig að ég flutti til
til Danmerkur þarna í nokkra mánuði, kom svo hérna heim og var að vinna hérna á Egilsstöðum áður ég fór í háskólann og það gerði ég líka svolítið ein, þú veist, ég var ekki að fara með einhverjum endilega einhverjum vinum sem hafði verið saman í námi, ég var bara ákveðin í að ég ætlaði að fara á Akureyri og það var einhvern veginn engin annar að fara á sama tíma, þannig að ég var ekkert að spekla í því, sko. Já. Þannig að ég held að þetta sé bara svona mikið skilaboð til unga fólksins að ekki vera alltaf að treysta á að þú þurfir að hafa einhverja með þér, þú veist, bara gerið bara það sem ykkur langar, óháð því hvað vin ykkar langar, sko. Já, alveg hiklaust og enda, sko, ég alveg samlega því, þetta bara, sko, maður skilur alveg og maður sér alveg að við viljum fá unga fólki aftur hingað Austurland, sama hvað byggðakjarnin heitir og það er náttúrulega, sko, ég hef aldrei upplegað það að við séum eitthvað, að segja skortur ungu fólki hérna. Já, það er svona, það mætti skila sér meira tilbaka, ég segi það ekki. Vitaskuld, sko. Og okkur vantar á þessu svæði, okkur vantar fleiri vinnandi hendur. Já. Það er alveg ljóst. Við sjáum það bara í demografíun okkar ef við horfum á bara svona píramídan, að píramídin okkar er ekki alveg eins og hann á að vera, sko. Hann er svolítið mjóru mitti og þannig að svona við værum alveg til í fleira ungt fólk sem er að búa til börn og er að bara vinna störfin og því að þróunin má eiginlega ekki verða þannig hjá okkur að við þurfum að fara að byggja fleiri elliheimili heldur en leikskóla, sko. Nei, en maður hefur líka að segja að það er mikið af fólki að koma aftur heim líka, allan á síðastlinn ár. Bæði bara eins og, sko, svo ég vitni nú í mína reynslu enn einu sinni, náttúrulega sjálfur fættur og uppelin Reykjavík, kem hingað. Ég upplifði loksins þetta fjárhagslega frelsi þegar ég kom inn og þannig er ég ekkert endilega að tala um það að húsnæði sé svo mikið ódýrara. Jú, vissulega erum við með ódýrari fasteignir heldur en á Suðvesturhorninu, en bara leið og allur hávaðinn fór á mínum mati, nú er nýtt í mig af vinum mínum þegar bíóhúsin hörfi úr þessari daglegu notkun, ekki að maður sé á móti þeim, en svona bruðlið eiginlega hvarf. Já, þannig að þú bara þurftir ekki að vera eyði eins mikið, eins og þú þurftir kannski þegar fannst þú verið að gera þar. Þannig að, maður hefur alveg tekið tímabils, maður er duglegur að fara út að borða og styðja fyrirtæki inn á svæðinu, en þá bara líka út af mitt áhugasvið liggur meira í útivist og náttúru, sem var þá líka ennþá nær heldur en fyrir sunnan. Það tók mér alltaf hátt upp í 2 tíma að komast í stangveiði eða eitthvað svoleiðis. Hér 20 mínútur hálftími. Já, nákvæmlega. Varla það. En þú ert þarna ert í 4 ár þarna fyrir norðan. Já, ég vann alltaf miklu meira, sko. Nú, varstu meira? Já, því að ég, eftir að ég kláraði háskólan, þá var mér boðið starf á N4 sem var þá, sem sagt, var og hét. Þannig að ég vann þar í ár eftir útskrift úr háskólanum. Já. Og það var rosa mikil vinna af því að það var náttúrulega mjög fáliðað, þannig að maður var að halda þarna uppi einhverju sjónvarpsdagskrá einn og óstuddur og þetta var alveg galið, sko. En þetta er náttúrulega bara frumkvölastarfsemi. Já, en þetta var skemmtilegu skóli og þannig að ég prófaði að vinna við svona hefðbundin fjölmiðil fyrst eftir útskrift, en síðan fékk ég tækifæri að fara aftur inn í háskólan í starf þar sem markas- og kynningastjóri skólans og það var svona draumastarfið mitt, eins og ég segi, ég var alltaf svolítið meira að horfa í þá áttina heldur en kannski að fara og verða fjölmiðlamanneskja, sko. Já, ég skil. Og þannig að á þeim tíma sem ég fekk það starf, þá var það bara draumastarfið mitt. Já. Og ég var í 5 ár í háskólanum allavega það sem markas- og kynningastjóri. Þetta voru einhver 10 ár, þetta voru einhver 10 ár sem ég bjó á Akureyri. Og þá var ég komið með barn á leikskólaaldri og þá fann ég alltaf einu hvað því að mér leið rosalega vel á Akureyri og var ekkert endilega á leiðinni þaðan. En svo eftir að við vorum komið með barn og hvorugt okkar maðurinn minn er semst af Snæfellsnesi og ég náttúrulega hérðan, að þá fundum við alltaf einu hvað okkur vantaði svolítið þetta net. Já, baklandið. Já, svona baklandið og þó þú eigir rosalega góða vini og sett með góðan hóp í kringu þig þar svo býrð, að þá kannski ert ekki að biðja viniðina að sækja fyrir því á leikskóla. Já, maður reyna að komast hjá því. Já, þú veist, það er einhvern veginn, það var einhvern veginn, það er svona öðris í samband, sko. Þannig að
þannig að við fundum þetta svolítið og líka bara ef okkur vantaði pössun að þá var gett bras fyrir okkur að þurfum þeim að skuttla sko frá Akureyri austur og Jökuldal svo svolítið spotti þannig að hérna, þegar ég sá auglýst starf upplýsingafulltrúa í álverinu að þá ákvað ég að þetta væri kannski merki að nú ætti ég að prófa að hvort ég geti flutt aftur heim og ég sótti það starf og gífurlega mikill fjöldi af fólki líka, ég held að það hafi verið 60 manns eða eitthvað sem sóttum þetta starf, það var mjög stór hópur sko. En ég bjó bara yfir einhvern veginn akkurat réttur reynslunni sem að þau voru að leita að á þessum tíma og mjög mikilvægt fyrir þau að mitt líka í álverinu að fá mannesku sem hafði rætur á svæðinu. Algjörlega. Og það var dálítið hort til þess þegar ég var einmitt í álverinu og þetta var svona það var bara búið að sýna sig og sanna að það voru meiri líkur á að fólk svona héldist í vinnu og á staðnum ef það hafði rætur þar. Þannig að það potið hjálpaði mér í því ferli að eiga þessa rætur og fekk þetta starf og þá fluttum við hingað austur. Þetta hefur verið líklega 2013. Já, ég það 13, það er bara áraðurinn kemur hingað austur. Já, 2013. Þannig byrjuð. Þá fluttum við hingað austur og maðurinn minn bara þurfti að byrja á því að flytja til mín til Akureyrar þegar við kynntumst og svo þurfti hann að elda mig hingað. En svo ótrúlega fyndið sko að hann var rosa fljótur að einhvern veginn bara aðlagast og detta henni inn í góðan hóp og finnur sér rosalega vel hérna. Og hann hefur engan áhugaði að flytja henni í burtu, þannig að við erum bara rosa góðum málum. Ég skil hann rosalega vel, en það er náttúrulega bara, sko, ég held að það sé hægt að slengja þessari fullyrðingu bara sama hvar þú ert á landinu. Ef þú ert tilbúin að koma inn í samfélagið, þá tekur samfélagið á móti þér. Akkurat. Og veist hvort sem það heiti Norðurland, Austurland eða Vesturland eða Vestfirðir kannski besta dæmis í þessi það er náttúrulega bara mér á Seyðisfirði að leið og nýbúar þar eru tilbúinir að fara einhverja bölvaða vitleysu hversu gáfulega og ógáfulega hún þá er samfélagið bara að koma með þér. Já, og það er bara mjög lýsandi fyrir alla staðin okkar alltaf hérna í Múlaþingi og sko tala nú ekki ég meni svo borga fyrir Eystri til dæmis þú veist það er dásamlegt samfélag að detta inn í og það er ofboðslega veltekið á móti fólki og eins og þú segir líka með Seyðisfjörð og ég veit að þetta er líka svona djúpa á því það og að sjálfsögðu á Egilsstöðum líka Egilsstaðir auðvitað aðeins öðris að því það er stærra svæði sko þannig að það er svona þú getur alveg verið á Egilsstöðum á þess að þekka alla sko en það sko það var nú minn fyrsti yfirmaður hérna þegar ég var á flugvöllin minn á Egilsstöðum endist þar í heila 6 mánuði. Það til að blessaði Byrgenni gripi mig hérna árið. Þá sagði hann Örvar sem þar yfir, hann sagði sko Egilsstaðir lýsti eða samfélaginu svolítið vel fyrir mér og hann sagði sko að Egilsstaðir er svolítið klúbbadrifið samfélag. Þannig að ef þú dettur í eins og björgunarsveit eða í bandi eða ferði í einhverju svona einangra afþreyingu þá verður félagslíf í kringum það. Nákvæmlega, svo kannski ferði eitthvað annað eins og björgunarsveit eða hvað það heitir og þá kynustu fleiri fólki. Og og þetta er svona staðheng sem ég er tilbúin að standa og falla með hvað Egilsstaði varðar, en náttúrulega og svo í ljósi hvers maður hefur starfað við þá er maður búin að kynast ótrúlega mikið af fólki gegnum tíðina. En segð mér sko, þú varst náttúrulega komið með reynslu þegar þú varst að vinna fyrir háskólan fyrir norðan. Sem er meira svona opinber geiri þegar þú byrjar svo í Alcoa hvernig var að fara þá að vinna fyrir fyrirtæki sem er engageira og hvað þá svona óbúslega stórt alþjóðsvegur Já, sko það var dálítið fyndið að þegar ég var í Háskólanum á Akureyri var yndislegur vinnustaður alveg bara, ég kynntist svo frábæri fólki þar og svo þéttur hópur og ég var náttúrulega langi yngst í starfsmannahópnum þar, þetta var mjög mikið svona fullari fólk en þau voru dásamleg og ég lærði ótrúlega mikið og en ég var orðin svolítið þreytt á einmitt þessu opinbera, mér fannst einhvern veginn allt gerast svo hægt og mér fannst einhvern veginn við höfum einhvern veginn aldrei næga fjármuni og vorum alltaf í einhverjum slag við ríkið peninga og þú veist þetta einhvern veginn og ég var orðin pínu þreytt á þessu
og hugsaði með mér þegar ég var að fara yfir til Alcoa bara, vá, þetta verður örugglega brjálæðislega mikið frelsi að komin í svona engafyrirtæki sem ápóttið bara fullt af peningum og það verður bara hægt að gera alls konar. Það var ekki alveg þannig. Ég bara aldrei krynst jafn miklu skrifræði held ég og í Alcoa. Þannig að það kemur á móti þetta alþjóðlega umhverfi sem bara var ansi flókið og þurfti stundum alveg að tölvera hæfni að vinna með af því að fyrirtæki eru auðvitað bandarískt í grunninn og það gat verið tölvöru menningamunur á einhverju sem að þeim fannst eðlilegt að við værum að svona miðla og rúlla einhvern veginn út sem að við vorum bara eitthvað, nei, við tölum ekki svona í Íslendinga, það gengur ekki upp, þeir verða bara fúlir. Þannig að þá fór maður bara einhvern veginn þetta var mikið breyting að fara að vinna hjá svona alþjóðlegu fyrirtæki, en alveg rosalega góður skóli. Ég mæli með því. Ég skal alveg trúa því. Ég hef oft sagt að því að ég einhvern veginn hef aldrei haft færi á að fara og ég hef alltaf verið á leiðin í meira nám þegar ég var að hætta í háskólanum þá ætlaði ég rauninni ekki að hætta, ég var eiginlega búin að semja námsleyfi og var búin að finna mér mastersnám sem ég ætlaði að fara út í Danmörku í einmitt svona það var einhver svona hvað var þetta, einhvers konar svona opinber svona kynningar þetta var svona kynningamál fyrir opinbera stofnanir og þannig að það bara svona smellpassaði við starfi sem ég var í að fara í það en svo kom þetta tækifæri að sækja mig í álverinu og mér fannst ég ekki geta látið að framhjá mig fara að prófa ég reiknaði ekki með að fá þetta starf og svo einhvern veginn fékk ég það starf þannig að þá einhvern veginn þá stökk ég á það, geymið þetta nám ég hlýt að komast einhvern tímann en svo hef ég einhvern veginn alltaf verið í þessum fasa ég alltaf einhvern veginn á leiðinni að fara kannski að breyta til og þá kemur bara einhvern veginn eitthvað starf upp í hendurnar á mér það var líka svolítið þannig þegar ég var búin að vera 10 ár í álverinu og fann að ég var svona kannski svolítið komin á endastöð og var einmitt þá farin að hugsa hvort ég ætti að fara að drífa mig í meira nám þá var auglýst starf hjá Austurbrú sem var bara á þeim tíma svolítið draumastarf og ég bara eitthvað, ég verð að sækja þetta allavega. Já, þú náttúrulega varst framkvæmdastjóri Austurbrú hríð. Já, það stoppaði kannski svolítið stutt við það því að svo kom þessi sveitarstjóra staða upp í kjölfara því, þannig að ég einhvern veginn alltaf búin að fá svo frábær atvinnutækifæri, ég hef ekki getað sleppt þeim, en á móti kemur að þú veist, í staðin fyrir að fara kannski í formlegt meira nám, meistarnám, að þá hef ég bara tekið þetta svolítið út úr þessum störfum sem ég hef verið í. Ég held að það, til dæmis starfi hjá Alcoa 10 ár þar eru örugglega við 2 meistarakráður Ég skal alveg kaupa það hérna Ég lærði alveg svakalega mikið bæði var mikið lagt upp úr því að mennta okkur í starfi að við værum að viðhalda þekkingu og fá öðlast nýja þekkingu það var gert bæði svona á alþjóðlega levelinu og líka bara hjá okkur sem að sátum í framkvæmdastjórn að við vorum duglega að hafa starfsdaga þar sem að var verið að koma og kenna okkur alls konar nýjar aðferðir í stjórnun og þess áttar og ég naut mjög mikið góðs af því og það í rauninni það sem að hefur kannski svona byggt upp mína stjórnendaþekkingu sem að ég sé að býja að í starfum mín í dag sko. Þannig að maður lærir líka rosalega mikið að ég vera bara í atvinnulífinu. Já, það er algjörlega, þú veist, þetta þú getur alveg stíð út að þá braut að tala skólalífsins og allt þetta. Náttúrulega ég tala fyrir sjálfum mig, þú veist, ég er svona ekki lokin enn í formlegri gráðu sjálfur, en búin að læra ímislegt í gegnum bara mína starfsreynslu. En svo er það með þessi alþjóðlegu fyrirtæki. Nú náttúrulega starfa ég í dag hjá alþjóðlegu fyrirtæki, eða sem er í eigu alþjóðlega keðju og það svona með að við hafa verið í mínum bransa að beggja með borðið hjá fyrirtæki sem er eingöngu í Íslendinga og svo kom stíðin þetta alþjóðlega svið þá sér maður það að á alþjóðlega sviðinu þar er verið að mennta starfsfólkið alveg gríð og erg ég lauk daginn bara tók halvan dag að taka nokkur námskeið þar sem ég fekk fræðslu hættur gervigrindar passa hvað upplýsingum maður lætur þar inn og þar til göttunum og svo sömuleiðis bara með svindlpósta og annað slíkt og það er á hringin síminn hann verður að bíða en vegna fórstinu Austurbrú nú þekki maður sjálfur kannski Austurbrú út frá ferðaþjónustunni sjálf mín megin hvernig batteri það er allan að ferðaþjónustu hlutin
það liggur eða kannski bestu höggja að spyrja, var ekki saman svona slagsmálum fé og peninga þar líka eins og Jú, algjörlega og það var náttúrulega bara stór hluti af mínu starfi hjá Austurbrú var bara að tryggja stofnuninni fjármagn til þess að hún gæti bara viðhaldi hlutverki sínu og bara reiki sig, sko. Já. Fyrir kannski að þessi veit ekki alveg hvað Austurbrú getur þú sagt í stuttumáli hvað Austurbrú og hvað það gerir? Já, sko þetta virðist vefjast dálítið mikið fyrir fólki og menn halda af því að Austurbrú kannski ekki að þjónusta einstaklinga eitthvað rosalega mikið í þeirra daglega lífi, hún aðeins fjær í mörgu allavega, að þá halda menn einhvern veginn að bara þarna sitja bara fólk sem ekki að gera neitt, en það alls ekki þannig og þetta mjög mikilvæg stofnun fyrir Austurland. Hún auðvitað vinnur bara að því að tryggja og bara bæta lífsgæði Austfirðinga og standa í rauninni vörðum þeirra hag, vegna þess að þetta mjög mikið svona lobbyista stofnun, sko, þar sem verið bara að passa upp á hagsmuni Austurlands, hvort sem það á sviði ferðaþjónustu, atvinnu, náms og fræðslu og það nú kannski svona það sem stendur hvað næst almenningi hjá Austurbrú, það þessi fræðslu hluti, þar sem maður verið að bjóða bara upp á símentunir tilheyrir Austurbrú og þetta voru svona nokkra stofnanir sem runnu saman í eitt og menn urðu kannski og sko það var mjög gott að þessi sameining var gerð af því að þetta styður hvert við annað en leið kannski verður þetta flóknara fyrir fólk að skilja apparatið af því að þetta svo óbúslega margt sem þetta snertir. Algjörlega. En símentunar miðstöð, þetta hét fræðslu miðstöð Austurlands á sínum tíma sem kannski svona hvað stærsta stóðin þarna undir og svo það atvinnuþróunarfélagi sem var hér, það rann inn í Austurbrú, þar sem bara verið að reyna að efla frumkvöðla á Austurlandi, hjálpa fólki að sækja styrki, þú veist, það mjög mikið þjónusta sem Austurbrú að veita sem ég held kannski að við þurfum einhvern veginn að koma bara betur og framfæri við almenning, sko. Og svo var auðvitað markastofan, hún hluti af Austurbrú, þar sem verið að bara markasetja þennan fjórðung og þar í rauninni allt okkar markastarf svolítið gagnvart ferðamönnum unnið þar inni og þess vegna sjá kannski heimamenn það ekkert rosalega mikið, af því að markhópurinn annars staðar, sko. Já, og líka bara þú ert ekki í þessum bransaðar að segja. Já, nákvæmlega. Svo menningastofan sem hún var líka einn af þessum stofnunum sem að runnu þarna inn, þannig að það mjög mikið verið að vinna með menningamál hjá Austurbrú og halda bara á lofti heiðri austfiskrar menningar og þar við með mjög öflugt fólk sem á til dæmis Signý Ormarsdóttir sem náttúrulega svona legend hér á Austurlandi hvað menningamálin varðar og hún hefur bara unnið ótrúlegt starf og það lítið til okkar af öðrum landslutum hvað uppbyggingum menningar varðar og við sjáum það bara í nærumhverfinu okkar við getum gert eitthvað menningatengt langar með að segja í hverju einustu viku og oft bara margt þannig að frambúða menningu á Austurlandi það eitthvað sem við eigum að vera stolt af. Algjörlega. Og svo 5. pósturinn SSA sem eru samtök sveitafélag á Austurlandi. Já, það hluti af Austurbrú? Já, það hluti af Austurbrú, þannig að ég var í rauninni framkvæmdastjóri bæði Austurbrúar og SSA. Og þetta svona svolítið tvöföld staða í rauninni, sko, af því að SSA með sér kennitölu þó að það sé hýst innan Austurbrúar. Já. Og það var kannski svona mesti fókusin hjá mér þegar ég var í þessu starfi og Austurbrú var svolítið á SSA hlutan. Þannig að ég var kannski hvað mest að vinna með fyrir sveitafélögin og einmitt eins og ég segi í þessum lobbyisma, þar fer fram rosalega mikill lobbyismi ásamt öðrum landslutasamtökum bara fyrir okkar réttindum og högum út á landið, það bara, ég meina við erum bara berjast fyrir því að tryggja að það sé hægt að hafa byggð á öllu landinu og það bara baráttan sem við erum í, sko. Algjörlega og líka bara eins og náttúrulega búin að vera kosningar og það hefur verið rætt í mörg frambúðin og náttúrulega fyrir kannski okkur í Múlaþingi þá hefur kannski mesta umræðan snúist blessuð Fjarðarheiðargöngin, ég ætla ekkert svona að fara að ræða þau sérstaklega, en er ég þá ekki skilja rétt að SSA þá, eða Austurbrú SSA og náttúrulega sveitafélagið, náttúrulega þú fórst ásamt henni Jónínu og Berglindi og öðrum
öðrum frægum köppum hérna suður að hitta okkar ágætu stjórnendur? Jú, við erum að vinna þetta saman. Stundum erum við að hugsa kannski Múlaþingi bara eitthvað einstakt fyrir okkur. Já. En mjög oft erum við að horfa á svona víðara samhengi og erum að bara, og það er mjög algengt til dæmis að við séum saman, ég sem sveitarstjóri Múlaþings, Jóna Árný sem sveitarstjóri Fjarðabyggðar og svo Bryndís sem framkvæmdastjóri SSA eða Austurbrúar. Við erum mjög oft saman til dæmis á nefndafundum hjá Alþingi svona, og erum þá að tala einu máli fyrir þennan fjórðung. Algjörlega. En það spurning hvort það var nú, ég var spurning daginn hvað langt þangað til að Múlaþing og Fjarðabyggð sameinast, ég slengdi bara upp með þess að drepa umræðin og sagði 20 ár, kannski fyrr. Já, ég held að næsta kynslóð muni alveg sjá það, því að það eru krakkarnir sem að yfirleitt sameina sveitafélög og við eigum þess mörg dæmi að sameiningar hafa gengið vel af því að krakkarnir tóku vel í það og urðu vinnir og í rauninni sameinuðust. Og ég sé mun á þessu frá því að ég var unglingur og núna að mér finnst þessi krakkarnir á fjörðum og hér að vera að blandast miklu meira í dag heldur en þau kannski gerðu þegar ég var ung. Ég bind vonir við að þetta, ég held að þetta sé ekkert svo rosalega langt í þetta sko. Nákvæmlega, en svo kannski bara út frá þessum punkti, þetta ekki kannski svolítið bara með eins og með íþróttirnar? Bara með íþróttir, nú þekki ég dæmi þess að það eru krakkar á Eskifirði sem eru að æfa fimmleika hérna upp frá Héraði. Já, það og þau eru með sameiginlegt fótboltalið og Austurlandi með sameiginlegt fótboltalið og hérna stelpunar hafa náttúrulega lengi verið að spila fótbolta saman og þetta hjálpar bara mjög mikið og hvort þetta verður sko ein stór sameining þannig verður með eitt sveitafélag eða ég held við eigum strax mikil tækifæri bara í aukinni samvinnu. Algjörlega. Þannig að mér svona finnst líklegt að þetta byrja kannski svolítið á því sko og svo bara þarf að sjá hvernig það þróast. Þetta kemur allt svolítið, en áður en við klárum kannski Austurbrúarkaflann, þá langar mér að spyrja þig sko, þegar þú varst hjá Alcoa þá varstum kannski meira að hugsa hagsmuni Alcoa og annars líkt, en svo þú stígur inn í þetta hlutverk sem framkvæmdastjóri Austurbrúar. Hvernig var að fara að hugsa þá allan fjórðungin í heild sinni? Já, það nefnilega aldrei fyndið að það var ekkert rosa mikið breyting af því að í starfi mínu hjá Alcoa þá var ég rosalega mikið að vinna með hagsmuni Austurlands. Ég bara í heild sinni? Já, af því að Alcoa gaf það bara strax út í byrjun og voru bara með mjög sterka og góða samfélagsstefnu og sögðu bara við erum að fara að vera hér fyrir allt þetta svæði. Þú veist, styrkjastefnan til dæmis miðaði ekki að því að styrkja, þó að fyrirtæki verið staðsett og Reyðarfirði, þá var ekki bara verið að veita styrki þar. Það var verið að veita styrki á öllu svona það sem að talað kannski svona upptökusvæði, svona svæði álversins varðandi fólk sem gat verið að vinna þar. Þú veist, við vorum að veita styrki bara frá Borgarfirði til Djúpavogs og allt þar á milli sko. Þannig að sem dæmi og vorum líka, ég meina, það var kannski ástæðan fyrir því að það var auðvelt fyrir mig að stíga skrefið frá álverinu og yfir til Austurbrúar, að því að stór hluta mínu starfi í álverinu var að vera í tengslum við til dæmis sveitarstjórnarfólk, bæði í Fjarðabyggð og hér, þá náttúrulega hét þetta Fljótsdalshérað og Seyðisfjörð og þessa staði, en síðar var síðan Múlaþing að ég var mikið að vinna með að vera bara í góðum tengslum við pólitíkusana og bæjarstjórana og svona tryggja gott samtal milli fyrirtækis og samfélagsins. Ég skal ekki, ég hafði reyndar ekki hugmynd um þetta. En þetta var stór hluta minni vinnu, það var svona þessi samfélagsvingill. Ég lærði mjög mikið á því, það fannst mér skemmtilegast í því starfi sko. Ég skal alveg trúa því, en það náttúrulega ef maður náttúrulega kannski nota raukaukinu, það náttúrulega veit maður það eru starfsmenn sem vinna bara til dæmis á gólfinu niðri í álveri sem eru búsettur á Seyðisfirði eða Djúpavogs og svo nú með þess að eitt starfsmaður lengi vel sem var búsettur á Höfn í Hornafirði. Og hann Snorri okkar. En hann var nú með atkvarf á Eskifirði samt. Og þetta var ekkert einsdæmi. Ég manna, við vorum með starfsmannskó úr Skagafirði. Sem að, þú veist, var með svona atkvarf og flakkaði svo svona á milli og það hafi verið starfsmenn bara, alls staðar á landinu. En þá erum við auðvitað með eitthvað atkvarf einhver staðar í vinnustaðum. En þetta er bara,
það það sem ég kunni alltaf vel við á þessum vinnustaf, það var þessi samfélagshugsun og Álveri var alltaf tilbúið að leggja lið í ef að sveitafélögin voru að berjast fyrir einhverju, ég meina Álveri tók þátt í að berjast fyrir Norðfjarðargöngum, þú veist, þannig að svona það var alltaf hort til þess að þau vildu vera jákvætt þrýstiafl fyrir svæðið. Algjörlega. En sko, náttúrulega þó ég hef nú sjálfur mist af öllu þessu slag og þessari ólgu sem var náttúrulega í samfélaginu hérna, bara í fjórðungum heilsinni, þegar það átti að vera virkja og þegar Álveri var leiðinni. Ég hef sagt bæði við þá sem eru utanakomandi og lent í löngum rökræðum við innfætta heim með orginala. Ég get sagt því það að ef það væri ekki fyrir Álveri þá væri byggðin bara hérna allt öðruvísi. Já, og það held ég að þurfa engum blöðum með það að fletta. Nei. Enda sko, þetta er eins og ég hef verið spurði myndur að búa en ef Álveri væri ekki hérna. Þú veistu, ég hef oft hugsað þetta bara fyrir mig prívat og persónulega. Og ég held að ég verði eiginlega svaraði þannig að ég væri sennilega ekki búsettur en ef það væri ekki fyrir Álveri og þá innspýtingu sem það veitti á sínu tíma. Það er bara alveg hárrétt að ég væri pottþétt ekki hérna sko. Nei. Bara þetta skipti sköpum í líka einmitt að veita ungu fólki tækifæri til að koma aftur heim. Og við sjáum það bara að sko, ég er fædd 82 og mjög bara mikið af margir af mínum árgangi og árgangnum í kringum mig eru komnir aftur heim sko. Já. Og það er út af tækifærum sem hafa skapast. Er það ekki líka bara þessi háskólamenntuðu störf sem hafa skapast á svæðinu? Jú, einmitt, nákvæmlega sko. Og hérna, en svo höldum nú aðeins áfram, nú tíminn leipur alveg frá okkur. Við erum svona nokkur inn, það er svona ekkert eitthvað sem ég hef meira að spyrja um Austurbrú, en svo eins og framhug komið, þá ert þú í dag starfandi sveitastjóri hjá Múlaþingi. Og þá er ég náttúrulega forritin enn einu sinni, var einhver stór munur að stíga þá úr, þú veist, búin að stíga úr opinbera geiranum yfir einkageran, við getum sagt að Austurbrú sé hluti opinbera geiranum, eða ekki? Jú, þetta er stofnun sem hagar sér allavega þannig, þó að það eigi ekki öll sko, lög og reglur kannski við, þetta er ekki beint eins og opinberi starfsmenn, en þetta samt sko, samband íslenskra sveitafélaga til dæmis ráðleikur líka landshlutasamtökunum og svona, þannig að þú veist, þetta er svona þetta blandast allt. En svo kemur inn í sem sveitastjóri hjá tiltölulega ungu sameinuðu sveitafélagi. Og veist, núna þegar við tökum þetta upp, þá er Múlaþing bara rétt 6 ára gamalt. Og hvernig var að stíga inn í þetta starf? Sko, ég var náttúrulega ekki á leiðinni að skipta aftur vinnu alveg strax, af því mér fannst ég svona að vera bara nýbúin að kannski sjettlast almennilega hjá Austurbrú og svona komin almennilega inn í alla hluti þar og það er svona stemdi í að þyrfti að fara að gera þar ákveðna skipulagsbreytingar og svona sem var svona kannski leiðilegt að þurfa einhvern veginn að hlaupa frá og kláruð. En ég fekk bara áskorun það að sækja þetta starf sveitastjóra af því að hann var náttúrulega að fara á eftirlaun, hann Björn sem var búin að vera í sko 15 ár, þannig að búið að vera mjög gott svona stabilitet í því. Og mér fannst bara, ég hugleiti þetta bara dálítið lengi og að því mér leið rosalega vel hjá Austurbrú, það voru skemmtileg verkefni sem ég var að vinna í þar, en ég hugsaði líka með mér, það er ekkert víst að hitt tækifærið komi aftur og það heillaði mig svolítið að þrengja þeins, sko, þú veist, að því að hjá Austurbrú var maður auðvitað alltaf einhvern veginn að horfa yfir allt svæðið í heild sem að gæti verið svona, þú veist, þú getur verið alveg dálítið flókið, sko, en þarna var maður þá einhvern veginn að fara að vinna bara alveg fyrir sitt nærsamfélag og mér fannst það svolítið spennandi að geta einhvern veginn haft svona raunverulega áhrif á og vonandi til góðs í svona þessu nærsamfélagi sem ég þykir svo óðbúslega væntum að því ég auðvitað ólst hér upp og hér liggja mína rætur og mann svona langar að gefa líka tilbaka. Þannig að ég ákvað bara eitthvað, þetta tækifæri kemur kannski ekki aftur, þannig að þú verður að láta að reyna að sækjum. Já, láta slag standa. Láta slag standa og svo var ég bara ráðinn og svo þurfum við bara að sjá hvað ég fæ að vera lengi. Já, það kemur bara ljós. En ef við horfum þá kannski bara tökum bara frá því þú byrjar á Akureyri til dagsins í dag, hvað úrinu fyrri störfum eða lífsköflum hefur nýst þér mest í starfinu svo að því núna? Já, þetta er góð spurning. Ég held að
það sé bara að hvernig mikilvægi þess að forgangsraða fólki. Ég legg mjög mikið upp úr og set mannusmál á oddinn af því að ég hef bara séð það í gegnum, þú veist, nú ég búin að vera að starfa við einhvers slags stjórnun í rauninni alveg síðan ég hóf störf þannig á Háskólanum og Akureyri á sínum tíma, þetta orðið alveg 20 ára reynsla eða eitthvað. eins og ég sé fleiri árin í kærinni til. Já, nákvæmlega, þetta var bara, ég held ég væri ennþá svo ung, sko, en allavega. Það er 29, það ekki? Eitthvað svo leis. en það stendur alltaf upp úr að ef að fólki líður vel og það vill vera með þér í liði, þá er þetta að gera nánast hvað sem er, sko. Já, það er alveg rétt fyrir þess. Og þannig að ég einhvern veginn hef lært það að það er bara það mikilvægasta. Að tryggja að fólkinu þínu líði vel. Algjörlega, enda bara eins og við vitum bæði og maður þekki bara sjálfur. Náttúrulega nú hefur maður bæði vinnið sjálfur hjá vinnuveitinu sem það er mikil starfsmann að velta og ég ætla nú ekki fullur að hafa verið þannig hjá sveitafélaginu að Fljótsdalshýra hérna forna. Það náttúrulega var svolítið mikið, það er bara fólki sem hafa búið að vera í 20 ár. Já, við erum einmitt að kveðja svona núna sviðstjóra á starfsfólk sem er búið að vinna bara nánast allan sín starfsfólk, sko, þú veist, þannig að það, já. En það að vera, sko, með vinnustað sem er með mikið, ég vil segja, turnover rate, svo í sleppinu og ensku, það er bara svo óbúslega dýrt. Það er að þjálfa nýtt fólk aftur og aftur og aftur. Ég hef nefnilega sagt það að sko, mannauðsmál eru stærsta fjármálið. Já, algjörlega. Og það er held ég kannski mikilvægasta leksían sem að ég hef einmitt lært. Það er það að þú munt alltaf tapa fjármunum ef þú fókusar ekki á mannusmál. Algjörlega. Og ef þú eyðir ekki mannusmál, þá muntu tapa. Algjörlega. Og vegna þess að bæði eins og þú nefnir, ef það er mikil starfsmannavelta, það eykur álag á þá sem að fyrir eru og þurfa alltaf að vera að þjálfa upp nýtt og nýtt fólk og þá verður það meiri líkur að því að það lendi í einhverjum veikindum eða börnóti eða einhverju svona og líka það að það er bara mjög kostnaðarsamt einmitt að vera alltaf að ráða ný og ný á þjálfa upp nýtt fólk, þetta er mjög dýrt. Algjörlega. Þannig að þarna eru stóru tækifærin okkar og veikindakostnaðir eru þetta allt of hár hjá hinu opinbera og það er eitthvað sem við þurfum að snúa við og það er svolítið stóra verkefnið en við gerum það ekki öðru sér heldur en að huga að sko þessum rótum sem að er einmitt líðan fólks og dragur álægi og hvernig getum við einhvern veginn gert hlutina betur og hlusta á fólk og einhvern veginn skilja hvað fólk er að gangi gegnum. Við erum náttúrulega með, þetta er náttúrulega svakalega stóru vinnustæður sem við erum með heilt sveitafélag, ég meina þetta eru yfir 600 mann sem er að vinna hjá öllu sveitafélaginu, þá erum við að tala um alla skóla, alla leikskóla, alla menningarstofnanirnar okkar, tónlistarskóla, félagsþjónusta, búseta, ég meina allt þetta, þetta er alveg meira en að segja það fyrir örfá ræður að sinna þessu öllu og við höfum verið að vinna í því að styrkja hjá okkur mannusteymið til þess að geta veitt þessu meiri athygli því að þarna liggja alltaf tækifærin okkar í að draga kostnaðir. En það var nú opinbera á daginn að því að mannusteildin var nú að fá nýjan liðskraft í hópinn, þannig að hildu okkar og þannig að maður sé sko út af því að ég er svo sem ég viðkynna það, ég hef alltaf svo sem haft áhuga á þessu pólitíska sviði, hvað sem heitir sveitastjórn eða landspólitíkin og ég skal viðkynna að ég er mjög ánægður að sé hvernig það hefur tekist til hjá Múlaþingi við bara setjum fókusin á það sveitafélag, hvað við raun og veru, það sé reyna að segja kannski að hvað sveitafélagið þroskaðist mikið og mannauðsmálin allt í nú orðin að einhverju fókus. Já, og það var kannski það sem að ég, svona því að auðvitað talað að þegar komin í stjórnendur þá verða alltaf einhverja breytingar og það bara verður líka, það er bara holdt fyrir vinnustaði að það sé stundum aðeins holdt á hlutinu og kannski aðeins stokkað upp á nýtt og þetta var kannski það sem að ég setti mesta áherslu á
að því við fórum í skipulagsbreytingu að því að það, eins og ég segi, eru tveir mjög reynslumiklu stjórnendur að hætta hjá okkur sem eru báði með yfir 20 ára reynslu, annars vegar fjármálastjórinn og hins vegar skrifstofustjórinn og þá ákvað ég að nýta tækifærið því að þegar að hætta einhverjir sem eru búin að vera svona svakalega lengi þá náttúrulega komið alveg ofboðslega mikið stofnana minni og eftir því sem þú ert lengur í starfi þá svona hleðst alltaf aðeins meira og meira á því að því að sumt bara orðið einhvern veginn automatist fyrir að gera og auðvelt en fyrir einhvern einstakling að koma og taka við svoleiði starfi það getur verið hálf ómannskilegt sko. Það bara ekki best að lýsa þannig að þú ert ráðinu 100% en starfslýsingin er upp á 300. Er eitthvað miklu meira og sá sem var í starfinu kannski réði við það því að hann var bara einhvern veginn orðið vanur einhverjum takti en ég meina þetta var það sem ég sagði til dæmis þegar ég hætti niður í Alcoa ég bjó til starfslýsingu fyrir 2 störf sko, að því ég sagði, þú veist, þetta eru 2 störf sko, og ég veit að ég held að sé komið í þann farfi núna sko, þannig að þetta gat held ég ekki gengið öðru sig, og það svolítið það sem að ég ætlaði að passa með að lenda ekki í með þegar að þessir kappar myndu hætta hjá mér, að fólk kæmi og tæki við þeim og myndi bara einhvern veginn alveg drukna sko, og þannig að við tókum skipuritið aðeins til endurskoðunar og ég vildi líka gera mannesmálum hærra undir höfði, þannig að það sem ég gerði var í rauninni að kljúfa þarna 2 svið í sundur og búið til 3. Þannig að þá tók mannustjórinn okkar, hún Sigrún Hólm, hún færði semst upp í sviðstjórastöðu og tók með sér launamálin frá sem voru hluta fjármáladeildinni og hún var þar líka í rauninni mannusmálin, þannig að mannus og launamál saminuðustu við svona þjónustun okkar, skrifstofu þjónustunar og skjalageymsluna, upplýsingatæknimálin og allt þetta svona sem lítur að þjónustu annarkvort inn á eða út á við og þetta var saminað í eitt sem sagt þjónustu og mannauðssvið og svo skertu við svolítið á því sem varð eftir að það sem áður hétt á skrifstofusvið heitir núna stjórnsýslusvið og er svona meira bara fókuserað á svona þennan hluta bæði varðandi svona þennan lobbyisma við stjórnvöld, það þarf mikið að skrifa alls konar umsagnir og þar eru við líka með menningamálin og upplýsinga eða kynningamálin, kynningafulltrúi situr þar, fulltrúar sveitastjóra sem eru í hverjum kjarna heyra undir það svið og lögfræðingur sveitafélagsins þar og þetta er kannski svona það teymi sem ég sem sveitastjóri að vinna hvað mest með og hann Hlynur Jónsson kom sérst og var ráðinn inn í þessa nýju stöðu og að standa sig, koma sterkur inn og standa sig frábærlega og svo minnkuðum við þá í rauninni drógum aðeins saman á fjármálasviðinu þannig að þar er fyrst og fremst fókusinn á þá bara fjármálin, bókhaldið, greiningavinnu og ætlum svona að reyna að efla það teymi meira í einmitt svona kannski að verði hægt að fókusa meira á greiningar og þess áttar að því við tókum í rauninni launamálin og mannesmálin þar út og það er hann Ingvar Rapp sem er fyrir með endurskoðandi hjá Deloitte og var starfsmaður í fjármálateymi Fjarðabyggðar þannig að hann kemur mér undirbúinn inn í þetta starfi okkur og fyrir erum við með náttúrulega frábært teymi, það eru búin að Hugrún sem er yfir framkvæmdasviðinu búin að vera lengi og alveg frá því að Múlaþing var til og svo Sigurbjörg sem er yfir menntun og lýðheilsumálum mikla reynslu var lengi í Egilsstaðaskóla og svo hún Anna Alexander sem er yfir velferðamálunum félagsmálastjóri líka með gífulega mikla reynslu þannig að þetta er bara ég er ofboðslega ánað með þetta stjórnendateymi sem er komið hjá Múlaþingi, það er mjög öflugt og ég bind mikla vonir við að við bara svona náum að hrista upp í alls konar hlutum og af því að það er mikilvægt að við festust ekki þó eitthvað hafi einhvern tímann verið gert alltaf svona að þá þurfum við að geta aðeins víka sjóndeildarhringinn og breyta bætt. Bara svo við kannski förum hoppar allan hringinn eins og það sem að lærði nú helst náttúrulega upp á Jökuldal og þá sérstaklega upp í Efridal og það var nú þeirra ungbændunum tóku við hérna í kringu 2014-2015 og var þeirra helsta lína sem þau sögðu hvern annað þegar ég vildu breyta einhverju og segja þó að þetta hef alltaf verið svona það þarf ekki að vera svona eilífu. Nei, einmitt. En eitt svona á lokum, eða tvennt kannski, þegar þú komst inn í starfið sem sveitastjóri og bara skulum bara taka til dagsins í dag hvað hefur eiginlega komið mest á óvart í þessu starfið eða hlutverki? Sko, það sem er kannski komið mest á óvart er hvað fer ofboðslega mikil orka og tími í að berjast við ríkisvaldi.
ég hefði einhvern veginn haldið að þetta væri meira á samvinnu grundvelli og samtalsgrundvelli, en mér finnst allt of mikið valdboð ofan frá ríkinu og að ríkið viðurkenni ekki að sko sveitarstjórnarstigið alveg jafn rétt hátt ríkisvaldinu. En mér finnst þau ekki alltaf líta þannig á okkur og mér finnst þau bara þurfa að berjast fyrir ótrúlegustu hlutum og það eins og sé verið að taka svolítið ákvarðanir í Reykjavík þar sem menn áttar sig ekki á hvaða afleiðingar það hefur fyrir landsbyggðina og við svona upplifum, mér finnst svona ég hef upplifað of ofta, það eins og við séum bara einhvern veginn of langt frá þeim til þess að við hugsa okkur. Já, heldur að fjarlægðin sé að spila þar inn í hjá okkur? Já, ég held hún spila inn í og ég held að sé auðveldara fyrir fólk kannski að í Reykjavík að taka ákvarðanir sem að koma kannski erfilega fyrir einhver út á landi að því að þau verði ekki eins mikið vör við það eins og að þau taka ákvarðanir sem eru erfiðar í Reykjavík. Sko. Þau eru ekki horfið í augun á þeim sem þetta fyrir? Nei, svolítið þannig. Sko. Og einhvern veginn bara, þú veist, það kannski verið að ákveða eitthvað sem að menn hugsa einhvern veginn ekki alla leið. Ég meina við sjáum það bara, ég eyddi sko rosa mikið af mínu tíma búið að fara til dæmis í baráttu fyrir að fá breytingar á þessu innviðagjaldi sem átt að setja á skemmtiferðaskip sem var sem betur fyrir lækkað en enga síður alveg þungt sko og ég meina það var svo mikið, það mikil skaði sem að varða þessu og við munum vera að sko borga fyrir það næstu 2 árin sko. Já, bara maður finnur að sjálfu bara í sínu rekstri. Já, sko. þannig að þetta, það eru svona þessar einhvern veginn svona ákvarðanir sem eru teknar án einhvern veginn samtals og skilnings og það hefur komið mér eiginlega mest á óvart hvað þetta bara mikið og það hvað mikið af mínu vinnutíma fer í þessa baráttu og ég bara fyrst og fremst að vinna við lobbyisma fyrir þetta sveitafélag. Ég hélt ég yrði kannski miklu meira bara að vinna í svona einhverju lokal málum að redda þú veist, passa bara að það sé ekki verið að gera eitthvað sem að gera allar vitlaus á Borgarfirði eða á Seyðisfirði og þú veist, tryggja við sem að taka réttar ákvarðanir fyrir svæðið en það eiginlega svolítið aðrir í því að því að minn fókus svolítið bara á þetta stóra sko, og til Reykjavíkur. Enda náttúrulega þinn starfstig til hefurinu miklu meira vægi heldur en að senda ykkur sviðstjóra. Já, ég menn og að sjálfsögðu þetta bara þessi ábyrgð liggur hjá mér en ég myndi gjarnan vilja hafa meiri tíma í að geta verið að bara svona heimsækja kjarnan okkar kynna mér það sem erum að vera þar og hlusta á fólk og geta einhvern veginn svona kannski tryggt að vissi að bara að vinna vel á öllum stöðum og það gerir maður ekki öðru seldur en að vera sýnilegur og ég hef svona reynt að vera sýnileg og núna get ég farið að fara aftur á Djúpavog þegar búið að opna Öxi en ég hef ekki nærið eins mikið tíma í þetta eins og ég hefði vilja. Nei, að lokum ef við hugsum Múlaþing eftir sem 10 ár hvaða breytingar myndir þú vilja sjá eða hvernig sérðu Múlaþing fyrir þér eftir 10 ár? Ég myndi vilja sjá að okkur væri búið að fjölga umtalsvert. Við erum með rúma 5.000 íbúa í dag og ég myndi helst náttúrulega vilja að það væri búið að tvöfaldast en það þarf náttúrulega eitthvað stórt að koma til þess að það geti gerst, þá þarf einhver ný atvinnugrein eða eitthvað að koma inn á svæði til að laða fólk að. En við eigum mikil tækifæri inni í því að laða fleira fólk á svæðið af því að það auðvitað grundvallur þess að við getum gert betur af því að tekjur sveitafélagsins grundvallstöð á því fólki sem þar býr því fleira fólk þá fáum við hærra útsvar til að geta spilað úr til að fjárfesta í sveitafélaginu. Ég bind líka vonir við að við verðum samt búin að auka tekjur sveitafélagsins með öðrum leiðum líka, við verðum komið með nýja tekjustofna, við erum að bíða eftir því að það fari frumvarp fyrir Alþingi þannig að við förum að fá til dæmis tekjur af orkumannvirkjum og að fiskeldissjóður verði lagður niður og við förum að fá beinar tekjur þaðan en ef að við fáum ekki auknar tekjur þá bara okkur mjög mikla skorður settar af því að til þess að geta þjónustað íbúa betur þá þurfum við að fá inn auknar tekjur og við viljum auðvitað sjá bara það eru ýmsar framkvæmdir sem býð okkur auðvitað í öllum kjörnunum okkar. Það mikið verið að tala til dæmis núna íþróttasvæði á Egilsstöðum og uppbyggingu sem að margir eru búin að býða eftir á íþróttamannvirkjum þar af því að
við erum mjög mikil íþróttabær og megum gera því ennþá hærra undir höfði. Við höfum líka beðið ofboðslega lengi eftir nýjum miðbæ á Egilsstöðum og þar þurfum við að hugsa held ég einhvern veginn upp á nýtt hvernig við ætlum að láta það verða veruleika og það held ég að sé stærsta verkefni og mikilvægasta verkefni fyrir Austurland allt sem við bara getum farið í á Austurlandi til þess að bæta hér lífsgæði. Það er að fá sterkari miðbæ í Egilsstaði og fleiri svona þjónustu störf og verslanir og ýmislegt til að þjónusta íbúa og gera meira aðlaðandi að í rauninni búa hérna, hafa fjölbreyttar úrval af verslunum og þjónustu. Það er svona, held ég, kannski eitt stærsta tækifærið sem að býður okkar og helst svolítið hendur við að, þetta er spurning hvað kemur undan hænan eða ekki, ef að við erum með aukna þjónustu, munum þá ekki kannski fleiri flyttingað eða ætlum við alltaf að bíða eftir því að fleiri flyttingað þannig við getum meiri þjónustu. Þetta er alltaf stóra spurningin í þessu öllu saman. Já, og svo auðvitað í öllum kjörnunum okkar eigum við líka mikil tækifæri, ég meina núna á þessu ári þá hefur mjög mikið af mínum tíma farið í að skoða atvinnutækifæri á Seyðisfirði, hvað við getum gert til að svona koma með ný störf þangað í ljósi þeirra sem að hafa tapast þar. Nú Seyðisfjörður er ekki lengur sjávarútvegsbær, þannig að það er líka mikil breyting fyrir slíkt þorp að þurfa einhvern veginn að bara uppgöta sig upp á nýtt, bara byrju ef við erum ekki í neinum sjávarútvegi, hvað erum við þá, og það er náttúrulega ferðaþjónusta mjög sterk á Seyðisfirði og hefur verið lengi og ég held að það svona kannski verði þeirra identitet ef við má sletta. En það breytir því ekki að við þurfum að finna fleiri heilsastörf þar, það býður okkur tækifæri í því. Á Borgarfirði höfum við miklar áhyggjur af því að þar eru íbúar að eldast og við vitum ekki hvernig framtíðs bara sjávarútvegs verður á Borgarfirði. Þetta er svona orðið kannski mest fullorðið fólk sem að gera þar út í dag. Þannig að við þurfum líka að huga að auknum atvinnutækifærum og tryggja endurnýjun að það komi einhverjur og taki við af þessum fullorðnu og það á líka við hérna á Egilsstöðum og þar er mjög mikilvægt að verði nýleiðun í bara til dæmis verktakabransanum og það eru fyrirtæki þar sem að fólk er að eldast og það lítur kannski ekki út fyrir að neitt alltaf taka við. Það er mikið áhyggjuefni, hvað mun þá verða þessi fyrirtæki, mun þau fara út af svæðinu, mun einhver kaupa þau upp og störfin fara, Þannig að það er mörg að huga og á Djúpavogi þar erum við náttúrulega stærsta tækifærið okkar eru þetta tengjaðu betur við okkur af því þau eru þetta lengst frá svona þessum miðjukjarna sem að á Egilsstöðum og við verðum einfallega að fá bæði Axarveg og Fjarðarheiðargöng til að tengja þetta svæði betur saman. En mér finnst mjög mikilvægt að því að ég átta mig á Fjarðarheiðargöng er náttúrulega einhvern veginn miklu stærra verkefni og kannski svona flóknara, en ég skil ekki okkur að Axarvegur er ekki bara komin, af því að það er bara tiltölulega einfalt verkefni, það bara ákveða að fara í þetta og þá verði einhvern veginn tækifærin milli Egilsstaða og Djúpavogs orðin allt önnur. Algjörlega. Heldur þau í dag. Og sérstaklega kannski miðað hvernig þetta gæti vel verið þessi bara grósa en miðað hvernig Axarvegur var til upprunalega. Þú náttúrulega þekkir þá sögu eitthvað? Ég bara heyrt að fullorðinn maður sem fór bara á jarðhitu og bjóna veg til. Já, og sagði bara fyrir geðu og við að slegin á henduna. En Dagmar, takk innlega fyrir tímaðan, bara ég veit að það er mikið að gera hjá þínu starfi og takk fyrir að koma og gefa þið tíma á milli verka. Alveg sjálfsagt, takk fyrir. Það sem situr eftir úr þessu samtali er að rætur er ekki bara eitthvað sem til í fortíðinni. Það geta líka orðið hlut af því hvernig maður vinnur, hugsar og tekur ábyrgð seinna á lífsleiðinni. Við þökkum Dagmar kærlega fyrir samtalið, fyrir sögurnar og fyrir að gefa sér tíma með okkur á milli verka. Og þar sem þetta er síðasti þátturinn í fyrstu seríu Mjólkurhússins, þá langar mig líka að þakka ykkur sem hafið verið að hlusta. Takk fyrir að taka svona vel í þetta verkefni, deila þáttunum, senda skilaboð og vera með í þessum samtölum. Við ætlum að taka okkur smá sumarhlé en Mjólkurhúsið heldur áfram. Við heyrumst aftur í haust. Mjólkurhúsið er unnið í samstarfi við Austurfrétt sem við viljum þakka fyrir stuðningin. Þangað til, gleðilegt sumar, farið vel með okkur og takk fyrir að hlusta.